og þá kemur flautið og við getum sett þetta allt saman í gang og það eru Leiknismenn sem gert hjá heimamönnum og nú eru þeir hérna að koma upp hægri kantinn. Sendingarnar fyrir hafa ekki alveg verið nógu góðar en þessi alveg í lagi en frábær markvarsla þarna. Þetta var vel gert hjá Leiknismönnum. Hann fær boltan aftur og Eiríkur setur hann aftur og geggjuð hreyfing hjá Þorsteini og sendingin fyrir, ljómandi fín sending en skallinn þarna rétt yfir. Hann Sjeksén Veseli sem hefur spilað með Leikni alla sín feril. Þarna er góð sending og nú er Anton, kemur boltanum fyrir og þetta er í slána og það er annað tækifæri, nei, hvar endar þetta og skot yfir. Þarna munaði nú ekki miklu hjá Leiknismönnum. Það var Tristan með góða sendingu þarna. Þetta er vel gert, frábær sending og erum við að sjá skot. Þetta var alveg í lagi. Þarna var það Björgvin Brimi Andrésson sem fekk boltan inn á teignum. Og þetta er ekki Tristan með sendinguna fyrir og hvar endar þetta? Það er dæmt vítaspyrna. Hvort hann hafi farið í bakið á honum. Ísólf Ólafsson til varnar. Eru að fara að sjá fyrsta markið hér. Og þetta, hann var nú ekki langt frá því, hann Ólafur, en mark staðreind og það eru gestirnir frá Seltjarnarnesi sem eru að skora fyrsta markið hér á Leiknisvelli í kvöld. Grótta komið 1-0 yfir. Það er bara svoleiðis. Já, við þurfum að sjá þessa vítaspyrnu aftur. Þarna er hann búinn að stilla boltanum upp, hann Matthías Kjeld, fæddur 2009, sá er kaldur. Þetta er ekki fast en alveg í hornið og Ólafur Ísólf ræður ekki. Kemur góð sending fyrir og nú er heldur betur tækifæri, nei, þeir ná ekki að klína þessum í netið. Og svo endar þetta á því að Gróttumenn og býtur nú við. Og er þetta bara beint rautt spjald? Er hann að gefa honum bara beint rautt spjald? Mér sýnist á öllu að Eiríkur Örn Beck sé 8 mínútur leiksins. Og mænu sjá, nei, hann Guðmundur Rafn Ingason, hann er algjörlega með þetta, grípur þetta örugglega og það þýðir að tíminn er að renna út. Hann síðan ákveður að stökkva á fætur og setja boltan fram því að Ólafur var auðvitað ennþá á leiðinni og þá er það Matthías, er komin inn í teginn, kemur með sendingu fyrir og erum við að fara að sjá annað mark? Nei, skot framhjá hér hjá Gróttumönnum en þá held ég að